Mér finnst alltaf best að fara á trúnó í bíl. Það nefnilega hægt að lesa mikið í fólk á rúntinum. Það eitthvað svo berskjaldað og það kemst ekki neitt. Þá elska ég að rúnta Kópavog. Tjekka á framkvæmdum, mannlífinu og bara fá útrás. Frá Kársnesi að Katalínu, yfir í Smáralind, Salina, Hvörfin og Kórinn. Það gott að rúnta í Kópavogi. Sæll og blessaður. Það ekki sem bæjarstjórinn kemur að segja mig, sko. Bara eins og rúndin með bæjarstjórnum. Já. Svolítið lítill bíll, sko, og þú vilt laga eitthvað sæti. Það bara frábært. Bara geðveikt. Þú fæddist í Kópavogi og hefur alltaf búið í Kópavogi, já? Já, alltaf búið í Kópavogi. Ég var í fæddist í Efstahjalla, sem Efstahjalla sem bara rétt hjá Engihjalla. Einmitt. En síðan fluttum við í Brekktúnið og ég var síðan bara alltaf í Snælandsskóla. Og svo náttúrulega fórum við beint þar í MK, þannig að já, þú bara hóst ekki úr Kópavogi. Ég hef ekkert farið, sko. Jú, reynda svo kynnist ég konunni, Heiðrúnu. Já. Og hún bjó í Reykjavík og ég bjó aðeins með henni þar, en leið ekki vel. Jú, þú veist, ég bara vissi alveg, ég bara fór mjög smekkli að þessu að koma henni í Kópavoginn. Og það tók ekki langa tíma. Hvernig gerir maður það? Ég var ekkert mikið að röfla þetta en eitt slíkt. Ég bara komið sér undir meðvitundina, fann að ýmsu sem var í gangi þarna. Einmitt. Og tuðaði svona létt og áður en ég vissi það var ég búinn að koma á mitt band og við fluttum í Kópavoginn aftur. En þetta var eitt árið eitthvað, sko. Já. Mm-hmm. Og í hvaða leikskóla varstu? Mamma var heimavennandi, þannig að við fengum ekki að fara í leikskóla. Þannig ég var bara róló. Eins og bara mæti í grunnskóla, ekki búin að fara í leikskóla. Það náttúrulega fáránlegt. Það var bara að vera að syngja einhver lög sem allir kunnu, ég vissi ekki neitt. Ég kunni ekkert að lesa eða á stafina eða neitt, sko. Maður þurfti bara að græja sig þarna. Ég kunni ekki neitt. Ég kunni, á vídeótæki. Já. Það var ekkert að gera. Ég myndi að kveikja spólu. Ég myndi að vera 4, 5 ára og alltaf bara heim með mömmu þinni. Ég var bara að horfa á Skonrock allan daginn, sko. Það var ekkert í gangi. Aftur. Já, og mér segði, gamla Eurovision-keppnir þegar Ísland var ekki eins og með, sko. Í alvöru? Það var ekkert að gera. Þú hafðir ekkert að gera. Svo bara eitthvað, svo til stundin okkar frá 81, 82 þegar Bindi skrama með þetta. Eitthvað löngu verið minn tíma. Maður bara að horfa á þetta og, hrafninn flýgur. Ég var alltaf að pissa í mig, mamma náttúrulega, var bara alltaf út á svölum, þannig að það var bara að garga bara Hjörvar mjög á sig. Fyrir mér ástæðan fyrir að Kópavogur verður svona vinsæll og verður aðalbærinn. Þú Sigurður Geirdal og Gunnar Birgisson átta sig á því að þú ert að gera þetta eitthvað aðlaðandi og þeir bjuggu til flottustu íþróttaaðstöðum í öllum íþróttum. Einmitt. Bara bestir í fimleikum, bestir í fótbolta og hallirnar og frjáls og það var allt einhvern veginn upp á 10. Já. Og ég nefnilega bara með hugmynd í þessi mörg ára, hér Álfatún 2. Nei, hérna til vinstri. Já, ég fara hérna til vinstri. Já, farum bara hérna aðeins áfram og förum bara inn á hérna til vinstri, já, hér. Hér, já. Ok. Þetta getur verið par 3 nýjólu völlur. Hérna byrjum við þetta, förum niður eftir, sláum aðeins hérna út í trén, förum hér. Þetta bara 9 hólur fram á Fagralundi. Já. Ég held að vera mjög eftir svona. Já, ég að heyra, golfarar að biðja þetta. Það eru nokkrir búin að koma til mín. En við þurfum að huga líka fólkinu bara sem að ganga og njóta. En einhvern veginn getur þetta auðvitað farið saman. Þetta fer saman upp í Efribyggðum. Já, þetta fer alls staðar saman í heiminum. Kópavogurinn á allan Dali. Það alltaf verið að tala um eitthvað sem búi í Fossvogi og þegar ég segi ég búi í Fossvogi þá alltaf því ég búi í Reykjavík. Já. Við eigum allan Dali. Það auðvitað meira sér allir Reykvíkingar að koma Fossvogssundlaug yfir til okkar. Já. Og öll umferðin átti að fara í gegnum Kópavogsbæ. Ég hélt nú ekki. Þetta var mitt agenda hérna í þessum göngutúr. Eitt af því sem ég saknaði í Kópavogi eru sjoppunar. Það var sjoppa, það var ljósastofa, það var snyrtistofa Hrund, það var bakari og það var hárgreiðsstofa. Já. Þetta var geðveikt. Já, og hérna fyrir ofan varstu með Vörðufell í Þverbrekku þar sem að allir fóstbræðarsketsarnir voru teknir upp. Maður sem borðaði allt sem byrjaði bara með enni og eitthvað svona. Já. Það allt úr Vörðufelli hérna. Svo hérna niður í Snælandsskóla þá ertu með til dæmis eins og þessum Grundakjör og Nóatún var í gamla daga. Þar ertu með eina iconic Snælandsshop. Hér var þetta allt. Hér dótabúð. Já, en þetta dótabúð fyrir börn, ekki einhver svona
Eitthvað skít, svona eitthvað þannig dótabúð. Þetta alvöru dótabúð. Ok, það gott. Já, þar, nei. Áfram með þér. Ég er með, sorry, ég er með stefnuljós. Ég er nefnilega enn að læra á. Þetta var ekki gott. Nei, þetta var ekki gott, en ég best afsökun. Já, hér maðurinn sem borðaði bara eitthvað með enni. Þetta var Vörðufell. Þetta er hérna? Já, 11 kom síðan hérna. En erum við samt, þú veist, erum við ekki á stór til þess að vera með einhverja menn, og veist eins og mér var svo vandræðalegt þegar við vorum með hérna landsmót UMFI 2007, þegar við byggðum með stúkuna nýju við Kópavogsvöllinn. Já. Mér finnst bara svona Kópavog, við erum alltaf stór til þess að vera í einhver bæjar átt eitthvað, gleði á Hjalla, bæjarhátíð Kópavog, þú veist, við erum á stór fyrir þetta. Já, þú veist það fer eftir, og eiginlega, ég held að við séum ekki á stór, en við erum samt, áskorunin hvað við erum svona landfræðilega einhvern veginn. Út um allt? Já. En gerum þá frekar, við erum þá með Kópstokk eða eitthvað þannig, þú veist, við eigum alla vinsanstu, þú veist, tónlistarmennir og whatever hvað heita. Birnir eða Herra Nettusmjör eða, þú veist, hvað allir sér. Sigga Beinteins, Evelina Dorini, hún er bæjarlistamæður, Kópavogs? Já, hún er bæjarlistamæður, geðveikt og dúkari. En já, gera frekar einhver svona bæjarhátíð Kópavogi sem eitthvað lið mætir með einhverja tjaldvagna í Kópavogi. Erum við í alvörunni þar eða? Ekki að gista, ertu að minna það? Það sé svona hjólísa. En þú veist, ertu að tala um einhver svona að við gerum eins og Selfoss og vera með kótilettuna eða? Nei, við erum auðvitað aldrei að fara að kópera sem aðrir eru að gera. Við erum alltaf að fara að gera eitthvað öðruvísi. En við getum samt sem aður haft kannski einhverja svona bæjarhátíð þar sem að okkar listamenn koma fram, af því að þú er búin að nefna hérna þó nokkra sem eru bara Kópavogsbúar. Og við myndum gera eitthvað skemmtilegt úr því og nýta þetta samt líka menningarmiðin okkar og við erum með rútstúni sem er frábær. Já. Þetta er auðvitað bara á frumstigi, hér er ég að kasta fram hugmyndum, ekki búin að útfæra neitt, en mér finnst til dæmis vanta svið, útisvið, þannig að við getum þó haft eitthvað skemmtilegt. Já, hefurðu séð torgið í Hamraborginni sem var bara gert og er aldrei neitt á? Einmitt. Það er massíft torg. Já. Talandi líka fleiri hugmyndir, þá hefur ein hugmynd komið og einn íbúi komið til mín og óska eftir því að við munum setja styttu af Hjörvari. Af mér? Já. Í Kópavogi. Hvar myndirðu vilja hafa slíka styttu? Ég myndi vilja hafa hana upp á Heiðarvelli. Já. Já, það væri svona, ef ég fengi að ráða. Svona með markmannsins? Já, ég væri svona að breyka með eitthvað mæk fyrir frá mig eða eitthvað slíkt sko. En nei, ég svo sem að þetta er þetta frábær hugmynd hjá sko. Það koma ýmsar hugmyndir til mín. Hér erum við að horfa á komandi, hérna verður keppnisvöllurinn. Já. Og nú er HK meistaraflokkur að keppa inni, en við erum núna bara að fara að hefja framkvæmdið hér á útistúku. Já, mér leist þetta mjög vel að það mun líka svona draga fólkið hérna nær liðin að sjá liðin úti. Já. Og þú veist, það mun gefa svo mikið brag að hafa leikinn utandyra og fólki í hverfunum er að horfa á þetta og þú veist, skotastúkur hérna, fólk getur verið á svölunum og horfa leikina. Einmitt, þetta skapar bara ákveðna stemningu fyrir hverfið. Og þetta er eitthvað sem var auðvitað lofa bara 2012. Má ég aðeins sýna bæjarstjórunum mitt hérna? Horfðu að HK-merkið. Horfðu að HK-merkið. Hvað myndirðu halda að þetta væri og vissir ekki að þetta væri? Finnst þér eitthvað sem bendir til þess að þessi íþróttafélag? Finnst þér þetta fallegt merki? Já. Kannski af því að þú ert svona eitthvað... Ég sé ekkert annað út úr þessu. Mér hefur langað að gera nýtt merki bara því að IK-merkið var mikið reisni við því. Þetta er bara einhver auglýsingateiknari sem að teiknaði þetta fyrir hádegi á þriðjudegi. Það sem ég myndi vilja inn í þetta er eitthvað sem segir HK. Þú sér blámann af Elliðavatninu sem að er hérna yfir allt. Þú ert með íslenska hestin, allstaðar í kringum HK. Þú ert með HK, hákarl. Gæti verið einhver hákarl í þessu. Gæti verið eitthvað líf í merkinu. Þarf það bara að vera 2 stafir H og K. Hesturinn eða eitthvað sem að... Hesturinn, það er bara eins og miðflokkurinn. Þetta er eins og húsasmiðjan í Keflavík eða eitthvað. Þetta er... Þú veist, ef að húsasmiðjan í Keflavík ætti að gera eitthvað svona merki, þá var þetta svona. Ég er ekki að sjá hákarl. En íslenska hestur. En þá myndi ég halda þetta væri hestafélag, því þetta er það auðvitað ekki.
Nei, en það má En þú veist, Manchester United fótboltafélag, en við erum með djöfulinni í fremstanni flokki. Liverpool ekki fugla áhuga menn, en samt það fugl sem að, þeir í forsvari fyrir þá. Já. Þú ert með fallbissu fyrir Arsenal, það ekkert voða fallegt. Nei. Það má skoða þetta. Nú ræði ég ekki. Þú verður bara að tala við eitthvað annað. Við langar bara að segja bæðistur frós. Ég sé alltaf, allavega því ég var að reyna að sjá eitthvað úr stöfunum, eitthvað svona bryggja eða eitthvað. Ég skildi ekki alveg hvert þú varst að fara. Nei, ég var bara að sýna að fyrir mér þetta svona vantar einhverja svona... Já, þú vilt fá eitthvað lífi í þetta. Já, ég þarf eitthvað meira. Já. Finnst þetta sjarmerandi? Nei, já, líka bara, maður á svona mikið minningum af þessu. Já. Og svo varstu með alla þessar frábæra veitingastöðum með Thai-style hérna ansi lengi og oft mikil svona asísk matargerð í kringum smiðuveginn og oft svona kallar að reka þetta sem síðan loka bara í nóvembermánuði, heilan mánuði að því þeir eru að fara sjálfur til Thailands. Já. Og það kom ekki inn í staðin fyrir á. Mætti bara að loka og það var alltaf einhverjum svoleiðis staðir á smiðuveginum og svo það voru unreal tímar í Kópavogi. Players, það var allt brjálað á Players. Það var ofta eitthvað svona hotfirðingaball á föstudaginn. Það voru bara alltaf einhverjum 270 hotfirðingamættir að það. Já. En af hverju gekk þetta ekki upp? Svo kom annar staði sem heitir Spot. Þetta var svo mikið að vera þarna að það held aldrei að geta að opna nýja stað og hvern annan. Og svo bara einhvern veginn því miður. Já. En það var allt brjálað þarna á þessum tíma maður. En Players var í Bæjarlindri, svona það svo var. Heyrðu, þetta ekki Rúrik? Jú, nei. Þetta var Rúrik? Nei, ég þekki Rúrik. Ertu viss? Ég þekki hann á hárinu, sko. Er þetta ekki hann? Nei. Hann er Kópavogsbúi? Sko, hann er náttúrulega eitt af þess sem að sko, þegar þú veist, yfirleitt þegar konur eru á lausu, þá er alltaf að leita sér einhvern strák úr Kópavogi. Já, það? Hefur ekki orðið var við þetta? Ekki orðið var við það, ég er nú búin að vera hargift lengi. En þú veist, það vilja alltaf hitta einhvern veginn, að þetta þykir, það er svona eitthvað sagt meðal kvenna, að fallegustu gaurarnir séu í Kópavoginu. Einmitt. Og það er búið að tala um þetta í mörg ár og ég hef oft verið mikið af vinkonum minna að spyrja mig alltaf, af hverju þetta svona? Af hverju allir þessu huggulegustu alltaf á Kópavoginu? Og hver skýringin? Ég held að það liggi svolítið í rassinum á okkur, af því að Kópavogur allir svona upp og niður. Og við erum alltaf að hjóla upp og niður þegar við erum svo krakkar. Þeir eru með svo flotta rass. Já, ég held svona að því að maður lendir alltaf í því að vinkonum manns er að spyrja mig, af hverju allir sætu strákurnar á Kópavogi? Og svona, ég var aldrei alveg með svarið. Já. En ég held að sé þetta. Já. Og svo er það miðbæjarlaugin út á nuddtækinu þar. Já, einmitt. Þá verið hinn svo jello. Já, það er bara að hafa. Þú verið afbrýðsum. Hvað er þetta border collie eða? Nei, þetta er pug. Þetta er pug, já. Ég er óþægilegt að halda á hann. Ég er rosalega lítill hunda. Ég er svona að reyna að ljúga fólki að ég hafa gaman að hundum. Ég sé að þú stendur. Nei, þú situr bara svona. Ég get viðurkennt það. Þú ert ekkert að mikið að klappa á það. Ég segir það sem eitt af því sem ég meikaði lítið illa við hunda. Mér finnst lyktin að þeim ekkert sérstaklega góð. Þær voru í baði. Já. En ég finn hundalykt. Já. Finnur það? Já. Ég nefnilega... Þetta er hann Kolli kallinn. Já. Hvernig þekkir hann? Þetta er bara Kópavogsbúi. Hann er bæjarfulltrúi líka? Jú. Og ég setja hann aftur í? Nei, já. Ég hef rosalega... Ég er sko kísukall. Er það? Já. Ok. Ég er rosalega kísukall. Þú verður hundakall eftir þetta? Ég er bara svakalegu kísukall. Er maður ekki bara annarkvort? Ég veit ekki. Ég hef alltaf verið... Ég var ekki hundakona fyrir nokkrum árum síðan. Ég var bara skíthrædd við hunda. Já. Við fengum okkur hund. Svona gamla. Já, þetta er yndislegt. Þeir eru yndislegir þessi hundar. En segðu mér nú, ég baði mig að hugsa, ertu með einhverja leynda hæfileika sem þú vilt uppljóstra? Fyrir auðvitað að vera hunda og dýravinur? Já, mikill hundavinur. Já, ég er mér finnst gaman að hlusta á drauma fólks. Einhver sem segir þér... Hvað hann dreymdi?
Já, það? Já. Dreymir, þú veist, manst þú þína drauma? Nei, ég man ekkert mína drauma, en það er fólk segir eitthvað, þú vilt ekki heyra þetta, þegar mér dreymdi svolítið í nótt, þá segi ég alltaf, komdu með það, ég skal hlusta. Já, þú ert þannig, þú gæti þá verið eins konar svona sálfræðingur, þú veist. Já, og þá kemur fólk koma til þín og segja þér frá. Já, fólk heldur alltaf að öllum þykir jafn leiðilegt að hlusta á drauma. En þú veist, það er sem gerir mig svona öðruvísi, ég gef fólki tíma og hlusta á þeirra drauma, sama hvað við gengið á í draumnum. Eru margir sem koma til þín, eða? Nei, þetta er orðinn tölvurarhópur sem að leita til mín og segja mér svona kannski eitthvað, herðu, veist ekki hvað gerist í nótt, Angela Merkel var bara eitthvað að skamma mig og ég var samt bara einhvers staðar á Nýbýlaveginum eða eitthvað svona sko. Og þá raða ég þessu öllu saman. Angela Merkel, Nýbýlavegur og svona teka allt úr draumnum og reyna að púsla eitthvað saman. Og þá færði eitthvað svona af hverju? Já, þá reyni ég að finna af hverju og hvað veldur. Já. Og Þannig að fólki líður kannski betur? Já, öllum líður betur sem að segja með drauma þessi. En manst þú þína drauma? Nei, ekkert. Og ég hef enga sérstakann áhuga á draumum. En ég hlusta. Bara hlusta? Já. Það er einn af þessum földu eiginleikum mínum. Svo get ég svona hermt eftir rafmagnshljóðinu í kynlífstækjum. Aha. Já. Hvernig? Já, bara svo voffi verði ekki hræddur. Er svo mikið hljóð? Svona. Heiðrún að leyfa þér að segja svona? Ég veit það ekki. Sko, Heiðrún skammar mig sjaldan, þannig að ég held að bíða eftir að skamma þér. Ég held að ég komið gott að bulli, sko. Þannig að nú þarf ég að fara inn og haga mig vel. Ég skal taka þennan með mér. Sjá, hún vill ekki fara. Þannig að þú veist, ef þið vantar eitthvað svona álit á einhverju kúbúi, þá er ég alltaf tilbúin. Herðu, geðveikt. Ætla Hjörvar að segja bless. Bless.